Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín í sumarbyrjun. Þátturinn af þessu sinni verður óhefðbundinn en enga síður skemmtilegur því hann helgaður fyrstu opinberu heimsókn forsetahjónanna þeirra Guðna T.H. Jóhannessonar og Elísu Rít til Reykjanesbæjar. Þau komu í 2 daga heimsókn og kynntu sér margbreytilegt og frísklegt mannlífið í Reykjanesbæ. Að heimsókn lokinni settust þau niður með okkur og sögðu hvað þeim fannst fólkið og fjörið í þessu vaxandi samfélagi. Kæra forsetahjón, velkomin í viðtal hjá okkur á Víkursættum. Gaman að fá okkur á svæðið. Takk fyrir. Já, takk. Það ansi langt síðan að forseti Íslands kom í opinbera heimsókn til Suðurnesja til einhvers bæjarfélags en við höldum að það sé svona hafi verið að hálf opinber heimsókn á gömlum forvera þínum Sveini Björnssyni, það ekki rétt? Jú, það hefur verið með hans fyrstu embættisverkum, liggur mig við að segja. Hann kemur í opinbera heimsókn til Keflavíkur í september 1944 þegar lýðveldið einungis nokkura vikna gamalt. Auðvitað hafa forsetar síðan komið hingað í opinberum erindagjörðum við vígslu, spítala eða við afmælishátíðir en þetta var í það minnsta fyrsta heimsóknin og sko það náttúrulega gaman að bera saman bæjarfélag þá og nú, tíðarandan. Ég get ímyndað mér að þegar bæjarbúar tók á móti Sveini þarna í september 44 hafi það kannski verið í eitt af fáum skiptum, ef ekki eina skiptið, sem fólk átti þess jafnvel kost að sjá forsetann sinn. Því þar var ekki sjónvarp og allur bragur embættisins dálítið annar. En hér erum við og höfum virkilega notið heimsóknarinnar, verið vel tekið á móti okkur hvert sem við fórum og förum hérna með margar góða minningar. Mörg handtök og svona, Elísa, hvernig upplifir þú Reykjanesbæ? Já, bara mjög vel. Þetta búin að vera mjög gaman eins og Guðni að segja og ég á kannski ekki að breyta orðaforði á íslensku til að finna alveg rétta lýsingorð yfir þessu en þetta að sjálfsögðu alltaf þetta bara svo mikið forrættið í að fá það tækifæri til að hitta svo mörg fólk og taka hendina á svo mörg eins og að segja í svo fjölbreyttan starf og það sem ég tel að eitt svona stóra kostur svo skemmtilegt að heimsækja alls staðar að sjá hversu mikið fólk að leggja fram í samfélagið sitt bara í bænum. Þeir gefa svo mikið tíma af þér á málum sem hvað myndi segja Guðni, brennar í hjartana á þeim og þetta svo gefandi að sjá, maður bara fer frá þessi heimsóknir bara svo bjartsýn fyrir framtíðin. En hvað eins og þegar þú nú búin að vera að hitta, ég búin að fylgja ykkur hérna í 2 daga og fólk alveg þyrpist að ykkur, hvað fólk búin að spyrja þig til dæmis, eitthvað sem situr í huganum eða fólk bara að heilsa og gaman að heilsa þér eða þannig? Já, það það. Eitt sem ég man alltaf, því að þegar ég var krakki, það var mamma og pappi alltaf að leggja mikið áherslu að taka hendina á fólk og horfa bara beint til augnans á þeim og vera bara sterkur með að taka hendina á fólkinu og það alltaf 100% þannig hjá okkur þegar við hitta fólk hér. Það ekki allt staðar erlendis sem þetta bara þannig. Íslendingar kunna að heilsa. Já, alveg. En þá líka að kenna krökkum það, munið þið það? Að kenna krökkum að heilsa þéttingsfast, ekki þannig að þú sért að brjóta bein í höndum fólks en þéttingsfast handtak til merkis traust og vináttu og horfa í augun á fólki. Einmitt. Svo líka traust og vináttu í selfín. Þú ert búin að vera í mörgum sjálfur. Jú, það hinni nýji bragur embættisins, gott dæmi það. Sveinn Björnsson engin sjálfa til af Sveini Björnssyni, þykist ég vita. En það bara gaman að því og hér á Nesvöllum sáum við líka á fundum að fólk ber mikla virðingu fyrir embættinu, kemur hér upp á klætt og heilsar okkur af innileik og virðingu og krakkarnir gera það svo líka en bara á sinn hátt Þeir segja kannski, herðu forseti, má ég fá mynd af mér með þér? Og það vantar ekkert upp á virðinguna þannig lagað en það auðvitað önnur kynslóð með aðrar væntingar og önnur svona viðhorf til embættisins. Krakkar líka spyrja erfiðasta spurningar. Já, einmitt, já. Jú, hvernig að vera forseti? Þið fengu nú nokkrar, eða sérstaklega þú, fengu nú alveg svona pínu erfiðar spurningar í fjölbrautaskólanum. Já, ég man eftir því. Við vorum spurð kísilverið, við erum spurð málefni hælisleitenda eða fólks sem leitar verndar
og þar fram eftir göttunum og auðvitað það alveg sjálfsagt. Það má ekki bara vera þannig að ég sé spurður að því af hverju ég vil ekki ananas á pítsu eða eitthvað svona sem gaman líka. En alvara lífsins nú hérna til staðar og við þurfum að taka á þeim spurningum líka. Þetta sveitafélag og sveitafélagin hér á Suðurnesjum hafa þurft að þola svona nokkur högg í gegnum undanförnum áratugum. Brottflutningu varnarliðsins sem var einn stærsti, ef ekki stærsti vinnuveitandi á Suðurnesjum. Og í gamla daga kom fólk til Keflavíkur til þess að fara að vinna á hernum og reyndar einnig á sjónum. Og svo kemur bankahrunið, þannig að búið að vera svona, og svo svona pínu smá áfall núna þegar Vá féll. Hvernig upplifið þið svona tónin í fólki? Við hérna fólkið á svæðinu og við höfum þurft að svona vinna okkur út úr þessu. Hvaða tilfinningu hefur þú, Guðni, svona fyrir því? Sko, ég vildi alls ekki, og mér hefur þótt vænt það að hér hefur ekki verið að reynda að teikna upp einhverja glansmynd, að láta eins og allt sé í himnalagi. Það eru ýmsar áskoranir framöndan og auðvitað hefur samdráttur í flugi og fjölda ferðamanna bein áhrif hér og jafnvel meiri en annars staðar á landinu. Og það verður að horfast í augu við það. Og brotthvarf varnarliðsins var auðvitað skellur þótt það hafi náttúrulega farið minnkandi í áranna rás þar á undan umsvifin og fjöldi starfa á vellinum, en þetta var þungt högg. Og svo kemur í kjölfarið bankahrunið með öllum þeim hremmingum. Þannig að það kannski svo hér að þau áföll sem hafa dunið yfir samfélagið allt hér á Íslandi hafa verið erfiðari á þessum slóðum. En leið held ég að fólk sé hér í þeim gír, skulum við segja, að takast á við vandann og blessunarlega það nú svo að fjárhagsstaða sveitarfélagsins hefur skánað og íbúum fjölgar mjög hratt. Annars staðar væri það sko svona öfundsvert áhyggjuefni. Hér eru vaxtarverkir frekar en samdráttarverkir og það þarf þá bara að eiga við það. Þannig að ég held að fólk geti verið bjartsýnt hér og það eru áform ný íbúðahverfi og Ásbrú. Það svo mörg tækifæri þar, það bara að spila rétt úr þeim. Nú nýsköpun, við fórum þarna upp eftir og sáum allskyns nýsköpunarfyrirtæki. Þannig ég held að menn ættu nú jafnvel helst að horfa á hvað hægt að gera í þeim efnum og ekki trúa á einhverjar einfaldar töfralausnir. Þær geta oft reynst svikular. Ég sá að þú varst nú mjög áhugasöm eins og í heimsókn hjá Fítu sem með frumkvöðlafyrirtæki, Geosílíka. Og það eru nokkra konar á Suðurnesjum sem hafa verið í góðir frumkvöðlar. Já, sérstaklega og auðvitað Fíta líka kona af erlendum upprunnin. Já, akkurat, það spyrjaði mig þetta nú. Og það að sjálfsögðu, þú veist, ég get sagt kannski einstök áskoranir fyrir fólk sem eru ekki með þessi tengslanetti sem innfædd Íslendingar séu með, ekki síst tungumálinu. Og þetta bara mjög mikilvægt finnst mér að hafa fyrirmyndar eins og Fíta sem getur sýnt að það sé bara í lagi að maður þarf að vinna mjög mikið að þessu og að búin að heyra sögu hennar til dæmis, hversu mikið, þú veist, hversu nær hún var til að bara gefast upp af því að það var bara svo mikið áskorunir sem fellur frá. Merkileg saga í hennar æsku. Já, að sjálfsögðu og mér finnst það bara mikilvægt að hafa fólk eins og henni til fyrirmyndar svo við getum bara sé að þetta sé bara, það pláss fyrir okkur öll í þessi samfélagi. Það auðvitað eitt einkenni á Reykjanesbæ núna, umtalsverði fjöldi fólks af erlendum uppruna og fjórðungur eða svo, mun ég rétt og nú ég að reyna að muna það sem ég sagði í ræðunni minni sko, það eru 10 leikskólar, 6 grunnskólar og 30 tungumál töluð og þessum staðreyndum eigum við bara að snúa þannig að þær séu okkur í hag, nýta þann styrk sem felst í því að eiga mannauð þar sem fólk talar ólík tungumál og getur nýtt þau. En leið auðvitað það þannig
að þeir sem hér vilja búa til frambúðar vita það bara sjálfur, finna á eigin skinni að maður verður að læra að minnstu kosti eitthvað í tungumálinu. Annars maður alltaf eins og maður sé gestur í heimsókn og þá hvílir líka svo skylda á okkur, á samfélaginu, á sveitarfélaginu, á stjórnvöldum, skólakerfinu og bara okkur sem einstaklingum að hjálpa til, gefa fólki færi á að læra íslensku, svara á íslensku þegar einhver segir til dæmis, manstu, þú segir alltaf söguna Elísa, sko, þegar segir ég að læra íslensku. Og panta það minnst að kosti 5, af því að annars maður það fekk að ruglast með 4, 4 og allt þetta. En þá eru sko vingjarnlegir, góðgjarnir Íslendingar oft þannig að þeir segja já, en yndislegt, þú ert að læra íslensku, en ég heyri að þú talar ekki nógu vel. Let us speak English then. Og það bara óþarfa hindrun. Og við þeim að vera svo stolt og ánað yfir því, finnst mér að það fólk út í heimi sem ætlar að leggja það á sig að læra þetta tungumál. Og reyndar, ég ætlaði að fara að segja að þetta erfiða tungumál, og þetta erfitt, en það ekkert erfiðar en mörg önnur tungumál. Og þú veist, það svo mörg innflytjendur hér sem talar, þú veist, 5-6 tungumál og alls konar tungumál sem allt annað en þessi svona evrópsku tungumál. Og það hlýtur ekki að vera miklu erfiðara. En ég veit eigin reynslu að þegar maður kemur hér til að vera, maður sjálfsög vill bara leggja eins mikið fram til samfélagsins sem hægt komast sjálfa sér inn í samfélaginu, byggja sitt eigið tengslanett hér og við sem samfélag held ég það skilin til að hjálpa nýjir Íslendingur eða innflytjendur að gera einmitt það og já, eins og Guðni var að segja, hlutur af þetta tungumálinu, en líka að hugsa aðeins fyrir utan ramma ef maður reyna að finna starfsmenn eða félagar og kannski láta fólk vita það sem í boði fyrir börnum þar í tómstundir og allt þetta og hefðir hér. Ég kannski að fara aðeins út hér en ég man þegar elstu sonun okkar var í leikskólanum í fyrsta árin og það var send tölvupóst sem kvöldur áður öskudagsbúningur og ég var ekki með hugmynd að það að mæta í skólanum í búningum þau stóðu bara svo stressuð þessa næsta dag og bara einföld hlutir eins og þetta sem kannski liggur ekki í augum uppi fyrir fólkinu gott að hugsa allt þetta. En ég verð að fá að spyrja það því að þú ert komið með gott vald á íslensku. Hvað viltu segja við þessa innflytjendur? Það eru flestir að hvetja á til þess að læra íslensku. Það erfitt eða hvað ertu með eitthvað leiðsögn sem getur sagt eitthvað eitt ráð? Ég mun bara segja að halda áfram og ekki vera feimin að tala og að gera mistök. Ég get alveg talað marga klukkustimi núna hversu mörg mistök ég hef gert. Ég talaði við Guðna einu sinni fyrir framan 500 manns og vildi segja hversu þakklátt ég væri fyrir stuðninginn. Ég sagði ég þakklátur, svo hugsaði nei, það ekki rétt. Ég þakklöt, sagði ég, allir hló og það fullt á svona dæmi. Og ekki hika við að bara halda áfram. Ég mæli með þessi setning, ég að læra íslensku og aðeins að láta fólk, ef þeir vill skipta sérstaklega yfir á ensku eitthvað, bara segja nei, höldum bara áfram. En erfiðasta hlutir þegar maður komin aðeins lengra með tungumáli, aðeins meira en góðan daginn, takk, en samt ekki nóg til að spjalla. Þetta svolítið erfiðasta tími, af því að maður veit ef til dæmis maður tala ensku, þetta væri auðveldara fyrir okkur bara að spjalla saman á ensku, en maður kemur aldrei úr þessu skóginum nema maður halda áfram. Við heyrðum þetta í miðstöð Símenntunar í gær. Þarna var kona sem var búin að vera í 1 ár á svæðinu. Hún talaði nú bara nokkuð góð íslensku og las og reyndar upp mjög góðan texta. Já, og svo verðum við náttúrulega líka að horfast fúslega í augu við það að sumir koma hér sem, líkum við að segja bara eins og farandverkamenn, ætla að vera hér kannski nokkra mánuði eða 1-2 ár og þá segir það sig kannski sjálft að fólk verður ekki að verja sínum dýrmæta frítíma og orku í það að læra tungumálið. Við erum hér í þessum fjölþjóða umhverfi, jafnvel sérstaklega hér á Suðurnesjum, þar sem þörf starfsfólks í kringum flugvöllinn og má vel vera að við fáum hingað fólk sem við þurfum í vinnu en svo það horfið á braut og þá maður ekkert að gera kröfu um að læra þetta tungumál okkar. Þannig að þetta svona, við þurfum að sýna líka umbyrðari lyndi á þeim vettvangi. Og svo náttúrulega
þótt þetta sé eitt einkenni Reykjanesbæjar, hinn tiltölulega mikli fjöldi fólks af erlendu bergi brotnu, þá hérna bara gaman að sjá að hérna hér eru bara sömu áskoranir, sömu tækifæri, sömu sjónarmið og alls staðar annars staðar. Við fórum á fimleika æfingar hjá krökkunum og fótboltaæfingar og æfingar í júdó og þetta hefði getað verið hvar sem annars staðar á landinu þannig lagað sko. Það eru sum sérkenni en svo er bara allt annað sem bara hér eins og annars staðar á landinu. Já. Þið er fullt af börnum og þið komuð í skólamat í gær og er ekki börnin eitthvað af ykkar börnum að fá mat frá þessu ágæta fyrirtæki? Allt sem er á skólaaldur, já. Þetta er svona sem stofnandi skólamatar Axel Jónsson, hann er svona einn af frumkvöðlum í rauninni að hafa séð að búið til mat fyrir skólabörn og leikskólabörn. Já, og við kvörtum ekki og ekki heldur krakkarnir sko. Maður sá líka að þarna var gott dæmi það að fólk leggur sig fram og sýnir fagmennsku og metnað og það skila sér í góðri afurð. Og við fengum grónagorið í dag í Háaleitisskóla. Já. En svo náttúrulega var gaman í gæra 50 þegar þið eru viðstödd við opnun á listahátíð barna, þannig að það var svaka mikið fjör. Það var bara svo og þessar sýningar sem þau eru búin að gera úr hlutum sem eiga að fara í grænutunnuna, endurunna, fannst ykkur þetta ekki skemmtilegt? Manstu hvað varum að tala hann eins og skvísurnar? Já, það er bara hægt að gera alls konar úr þessu og bara sjá þess börnin hugsar alltaf svo mikið aðeins fyrir utan ramma og lætur ekki endilega svona veruleikan stoppa sig. Þetta var bara svo frábært að sjá, líka skemmtilega að sjá börnina á eftir reyna að leita eftir þeirra verkefni. Já. Og líka bara umgjörðin, dúshús, hvernig þau hafa verið gerð upp og hvernig hægt að segja sögu staðarins og eins og við byrjum á að tala sko, hvernig þróunin hefur verið hérna sko Keflavík bara fram yfir miðbik síðust aldar skulum við segja, nú er ég engin sérfræðingur í sögu Keflavíkur eða Njarðvíkur. Þessir staðir reiddu sér náttúrulega á útgerð, þetta voru útgerðarbæir, útgerðarpláss. Fast þeir sóttu sjóinn og sækja hann enn, þetta eru Suðurnesja menn í hnotskurn og svo kemur völlurinn með öllum sínum tækifærum og breytingum og nú er útgerð ekki undirstaðan hér eins og áður var og svo náttúrulega ef við horfum aftur í aldir þá er það útgerð hérna sem er undirstaðan og að því leytinu til skera Suðurnesins sig kannski aðeins frá flestum öðrum hlutum landsins. Talandi þessi mál sem eru sérkenni á svæðinu, það hefur löngu verið sagt að það hafi liðið fyrir til dæmis að varnarliðið var hérna sem var mjög góður vinnuveitandi og borgaði gott kaup en þú þurftir ekki mjög mikla menntun. Þannig að það er eina ástæðan fyrir því að menntunarstig var til dæmis lægra hérna. En nú voruð þið til dæmis í Keili og búin að heimsækja fleiri skóla og svona. Nú voruð þið búin að fá upplýsingar þetta? Hjálmar búin að segja í dag að það er búin að hækka í síðasta 5 ár frá 22%. Já, einmitt sem er meira... Mikil hækkun að háskólamenntuðu fólki. Já, í stuttan tíma. Kannski var það með þannig sko að völlurinn varð til þess að þar voru atvinnutækifæri sem voru til staðar og þá kannski minnkaði þörfin á eða viljinn eða áhuginn á að leita sér menntunar og þar fram eftir götunum. Við sáum það og svo hverfur varnarliðið og eftir stendur fólk án atvinnu og jafnvel án nægilegar menntunar til þess að leita að vinnu annar staðar. En þá einmitt held ég að Keilir hafi komið sterkur inn. En við lærum til dæmis líka í gær í Menntaskóla Suðurnesja hvernig það var búin að hækka stúdentar eftir hrunið, í Fjölbrautaskóla. Hversu mikið það var búin að hækka. Þau er búin að stytta stúdentsnámi í 3 ár. Já, það líka. Og svo eins og er að byrja núna upp í Keili nám í tölvuleikagerð og þá fer maður kannski að hugsa tölvuleikagerð. Ég meina við höfum nám í kvikmyndagerð, við höfum nám í, sko það eru bókmenntir og ritlist og tölvuleikur er bara ný tegund afþreyingar, rétt eins og bókmenntir voru á sínum tíma og kvikmyndir svo og auðvitað er frábært að við höfum leið til þess að kenna þessa iðju því að tölvuleikir er ekki að fara neitt. Risastóri iðnaður út í heimi. Ja, akkurat. Þannig að þetta finnst mér flott. Og allt skólakerfið og þarf náttúrulega að
sko taka mið af þörfum samfélagsins, óskum nemendanna. Auðvitað þurfum við þennan kjarna, eins og krakkarnir í tölvuleikjanáminu, þeir þurfa að læra íslensku og ensku og hvaðina, bara eins og hvert annað stúdentspróf. En það þarf að vera sveigjanleiki því að ekkert samfélag lifir óbreytt. Stöðnun af hinu illa. Við viljum auðvitað halda í það sem gott og gilt, en leið þróast og breytast og batna. Og þið fóruð og heimsóttuð unga íþróttamenn, íþróttafólk fullt af heim í Fjölnótahúsinu Guðni var vinsæll. Skrifa á okkur gaf einhandala ég held mér leiði eins og bara Eiði Smára eða Margréti Láru eða einhverjum svona hetjum sko. En hérna bara gaman að því og við erum svo sem ekki að koma þarna inn í fyrsta skipti, það eru fótboltamót sem við höfum sótt þarna og sko í svona samfélagi, hvað þarf? Í góðu samfélagi, hvað þarf? Við þurfum að hafa atvinnu, að sjálfsögðu. Við þurfum að hafa þessar grunnstoðir, skólakerfi, heilsugæslu og leikskóla og dvalarheimili fyrir aldraða og þar fram eftir götunum. En svo þurfum við líka að hafa fyrir krakkana og líka fullorðið fólk, við þurfum að hafa tómstundir. Og maður sér, og horfið, að því að við vorum í þessum heimsóknum, við vorum í þessum æfingum öllum saman. Sko, ef við getum veitt krökkunum tækifæri til að sýna hvað í þeim býr, eflast að sjálfstrausti, skilja eðli samvinnu og bera virðingu fyrir öðrum, þá erum við að hjálpa til við að búa til góða einstaklinga sko út fyrir æfingatíman og út fyrir völlin sjálfan. Það gaman alltaf þegar við eignumst afreksfólki í íþróttum eins og raun ber vitni hér í Reykjanesbæ, en grundvöllur alls íþrótta og ungmennastarfs á að vera sá að leyfa öllum að njóta sín á eigin forsendum, leyfa öllum að vera með og hjálpa fólki að finna sína eigin styrkleika og að vinna í hóp eins og ég var að segja og það sýnist mér vel gert hérna og þetta gildi líka tónlistarstarfið. Hér erum við með frábæran tónlistarskóla og mér var sagt sko að í árunum erfiðu eftir hrun þá var ekki sko skorið fyrst niður það sem kannski lá beinast við höggi að láta tónlistarskólan gelda þess. Menn héldu tónlistarskólanum eins og hann var og eldan ef eitthvað og það skila sér í því að við búum til, að hjálpum til að búa til einstaklinga, ungmenni sem fá að eflast, fá að finna þessu er ég góð í eða þessu er ég góður í og það bara skila sér, óbeint og beint. Þeir eru horfið tilbaka núna, búin að vera hérna í 2 daga og kynnast atvinnulífinu, menningunni, menntuninni. Þið voruð að skoða stósasel og hæfingastöðuna, hluti sem að kannski fengu ekki mikla athygli í gamla daga. Við erum öll í sama liði og við erum hér samfélag og við eigum að hjálpast að og við eigum að leyfa öllum að njóta sín og láta alla finna að þeir njóti virðingar í samfélaginu og þess vegna var gaman að fara á þessa staði sem þú nefndir og finna hlýtt viðmót fólks og þar fyrir utan dósasel er nú bara mikilvægur hluti í þessari keðju samfélagsins og upp á hérna Ásbrú þarna þar sem við vorum, þar er hægt að framleiða vörur sem koma að gagni þannig að þetta er ekki þannig að þetta er ekki svo að það sé einhver gæska sem býr að baki, það er líka hagnýtt gildi og nauðsynlegur hluti samfélagsins. Þannig að við höfum bara gaman að því að kynna okkur þá starfsemi eins og aðra. Að fólk með skerta starfsgetu geti samt gert gagn. Já, og eins og við sjáum hérna í Fjölsmiðjunni, það er svo auðvelt núna því miður fyrir ungt fólk að svona detta aðeins út úr samfélaginu, að snúa sólarhringnum við, jafnvel nú er ég bara sko búa til einhverja sko ímyndaða mynd einhvers einstaklings sem fer að spila tölvuleiki, fer að horfa á bíómyndir eða þætti fram eftir nóttu, næri ekki að vakna til að vera í skólan, flosnast upp úr námi, búin að snúa sólarhringnum við og þarf smá aðstoð til þess að koma sér aftur og trú bara. Og trú, já, sjálfsvirðingu. Og þá er svo mikilvægt að hafa stað eins og Fjölsmiðjuna, þar sem þú færð smá ramma, smá aga, það er hringt ef þú vaknar ekki og reynslan sýnir af þessari frábæru starfsemi að fólk
fær þar tíma og stuðning og virðingu, nær áttum, nær að átta sig á því að já, ég hef eitthvað fram að færa. Ég get verið þessi góða útgáfa af sjálfum mér sem að noti nú klísjur og ég hef eitthvað fram að færa í samfélaginu og fer svo að vinna, fer svo að læra og þetta kemur, ef þú ert bara að hugsa krónur og aura, þá koma þær margfalt tilbaka. Þetta búið að vera ansi gaman að fylgjast með ykkur heimsækja og ég vil bara þakka ykkur gæla og fyrir hönd bæjarbúa líka á svæðinu og Suðurnesjum í Reykjanesbæ. Takk ykkur fyrir komuna og takk fyrir að koma í spjall. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk svo leiðis, Vall.